Komið sælir, áhorfendur góðir og verið velkomin að skjánum. Hér að fara fram í skautavöllin á Akureyri 5. leikur í úrslitarimmu Skautafélags Akureyrar og Bjarnarins í Íslandsmeistaramótinu í íshokkí 2013. Og hér verður spilað til þrautar í kvöld því að bæði liðin hafa unnið 2 leiki. Og þannig að það verður klárt að það er krýndur Íslandsmeistari hér í kvöld. Ég heiti Elvar Jónsteinsson og með mér verður Gústi Bóndi. Áskúst Áskrimsson. Það komið sælir áhorfendur góðir. Þetta verður hörkuleikur hérna í kvöld. Allir leikirnir hafa endað með einu marki bara. Já. Nema annar leikur sem fór 8-4 fyrir SA í borginni. En leikirnir hafa farið þannig að fyrsta leikinn vann Björnin með einu marki. Næsta leik vann SA með 4 mörkum. Og þriðja leikinn vann SA líka með 1 marki og fjórða leikinn tók Björnin með 1 marki. Þannig að þetta eru 1 marks leikir utan 1 leiks. Já, þetta er búið að vera gríðarlega jafnt. Alveg hrikalega. En ég ætla að leyfa að renna rétt yfir liðin hérna á þess að trufla þetta mikið. Og við byrjum á gestunum. Það er númer 39 Styrmir Snorrason, númer 1 Snorri Sigurbjörnsson, númer 4 Birkir Átnason, númer 6 Andri Helgason, númer 8 Trausti Bergmann, númer 9 Róbert Þorri Pálsson, númer 11 Kópur Guðjónsson, númer 12 Daniel Kólar, númer 14 Dave McIsaac, númer 22 Hrólfur Gíslason, númer 23 Bergur Einarsson, númer 21 Sturla Snorrason, númer 24 Sergi Sack, númer 25 Sigurður Árnason, númer 27 Falur Guðjónsson, númer 33 Úlfar Jón Andrésson, númer 42 Gunnar Guðmundsson, númer 47 Mattías Skjöldur Sigursson, númer 83 Steindór Ingarsson, númer 88 Brynjar Bergmann, númer 91 Hjörtur Geir Björnsson og 92 Ólafur Hrafn Björnsson. Og leikurinn er hafinn, Gústi. Já, Björnin byrjaði þetta með gríðarlega látum sem Ómar rétt varði skot niður í hotnið og svo áttu við stangaskot. Björnin kemur gríðarlega sterkur hérna til leiks. Já, byrjar þetta hratt. Gústi, ég ætla að renna yfir gestgjafana SA Víkingar. Númer 35 Ómar Smári Skúlason, númer 30 Einar Eiland, númer 2 Orri Blöndal, númer 3 Sigmundur Rúnar Sveinsson, númer 5 Ingþór Árnason, númer 8 Hermann Sigtrísson, númer 9 Steinar Grettisson, 10 Jóhann Már Leifsson, númer 11 Stefán Hrafnsson, númer 12 Hafþór Andri Sigurðarsson, númer 13 Sigurður Sveinn Sigursson, númer 17 Sigurður Reynisson, númer 19 Andri Már Mikaelsson, númer 22 Andri Freyr Sverrisson, númer 24 Björn Már Jakobsson, númer 25 þjálfari liðsins Ingvar Jónsson og 26 Hilmar Freyr Leifsson, 27 Lars Fóter og 43 Guðmundur Snorri Guðmundsson. Og þar eru... SA var að ljúka hérna gríðarlegri sókn. Já, troðfull höll, Gústi. Svona eiga hokkíleikir að vera. 50 leikur. Allt í gangi. Jóhann Leifsson geistist alltaf upp kantinn okkar fyrir á andra. Jáp. Og þá er uppkast. Guðmundur og Ingvar skýtur á markið. Siggi Reynis tekur bökkinn, ber hann inn þarna og inn á markið. Reynir rappar hann og rétt fram hjá. Og Ingvar fyrir inn í hornið. Já, en missir hann. Kemur tilbaka bláu línuna. Akkurat. Og Sigmundur góð tækling hérna. Liðin ætla að láta finna fyrir sér og það er enginn að tapa þessum leik. Ingvar dömbar hann inn í hornið. Simmi pressar. Siggi Reynis hjálpar honum. Þeir eru að styðja mjög vel við hvort annað hérna í fortsekkinu. Og Mattías fyrir Björnin, en Orri Blöndal kemst inn í þetta. Ingvar losar hann út. Og yfir á Lars Fóter. Steinar Grettisson hirðir hann upp hana. Og Andri í baráttunni fyrir Björnin. Og Gunnar tekur bökkinn. Björn Már með henni hérna yfir á sínu vallarheimningi. Gefur að Sigga sig. Siggi dæmbar hann í hotnið. Steinar Grettis fylgir. Og Siggi. Það er að slá hendin í bökkinn hana. Liðin eru svona að koma sér fyrir, finna sitt svæðin. Slæm sending hjá Birni Má Jakobssyni en dettur fyrir fætur Andra Mikaels og Andra Sverrissonar. Andri Sverrisson. Nei, náði ekki sendingunni. Andri Sverrisson ennþá með hann. Og Bergur Einarsson komst þarna vel fyrir þarna Andra. Já. Gerði vel. Og Andri, nei, Jóhann Leifsson með hann núna.
Sterkur á bekkinum, Orri með Blöndal með skot. Og lauspökkur í frammarkið. Andri Sverris, yfir Andra Mikaels, yfir Haldónum hann í hóttunum. Þeim líka best í hóttunum, Gústi. Þröngu færi með mann í sér. Essa er að pressa vel í hótnin hérna í sóknarsvæðinu. Þetta kallar forcheck, þar sem tveir vinna vel saman. Já, og Orri Blöndal með tækling á Berghanna. Gríðarlega fastur. Gríðarlega tækling sem Berghann á hann er gjössanlega úr stáli, drengurinn. Smurðan hann í svellið. Sergei ber pökkinn út fyrir honum. Sergei kemur honum inn í sóknarsvæði Bjarnarins. Yngvar ber hann upp. Yngvar nær ekki að hreinsa hann út. Og Ólafur í bekkinu fyrir Björnin. En Sigmundur er grimmari, vinnur pökkinn. Pökkur fyrir Yngvar Jónsson. Og Guðmundur Snorri. Pökkurinn kemur út fyrir. Reynsaði. Kólar með hann. Og skot frá Stefáni Hrafnsyni hérna. Reynsaði hann fyrir. Og Hermann Knútur. En Sergei kemst inn í sendinguna. Og hvað gerir Sergei? Hann lætur með hann einn. Og kjómanum yfir á þverstöngar. Það var enginn og markið er laust. Sergei gerir rosalega vel hérna, blokkeraði skoti og bara hann inn fyrir. Það var við það að draga 2 í sig. Já. Það vantaði bara mann að dræfa á fjärstringina hérna. Þá hefði þessi verið inni. Já, það var maður á leiðinni, bara aðeins og seint. Vel gert hjá Sergei. Hættulegasti leikmaður Bjarnarins. Ríkalega öflugur, gerst aldrei upp. Það er reynslan í fyrirrúmi. Einar Gæsak og Sigurður Sveit í uppkasti. Og Siggi tekur það. Orri Blöndal. Og fær á sér tæklingu þannig. Björnin heldur honum inni og Brynjar fyrir Björnin. Og Kópur. Æ, þessa nær ekki byggja sókn þá. Og falleg sending yfir á Lars Fóter. Þeir eru vinstra megin. Og hvað gerir danska smörrebrauðið? Skýtur í belginn. Og það var Snorri Sigurbjörnsson. Essa er í vondum málum eða hann fyrir í gangi eins og í síðasta leik. Gústi. Já, þetta var pínu þröngt skotfæri. Já, Snorri Sigurbjörnsson. Það var með þetta. Eitt sá allra besti búinn að vera núna í síðustu 3 leikjum hjá Blöndinu. Jói uppkast yfir Essa. Andri Már Mikaelsson í baráttunni hérna. Heldur honum Jóhann Leifsson. Kemur honum inn fyrir blálínuna. Og 5 mínútur búnar að þessu leik. Liðin skiptast á, þreifar fyrir sig. Ingþór með skott hérna. Og Hilmar heldur honum inni fyrir Essa. Mattias. Hilmar er duglegur að standa hérna bláu línuna. Hleypa pökknum ekki út úr sóknarsvæðinu. Já. Hilmar með henni í horninu á eigin varnarsvæði. Ingþór dömpar hann út fyrir. Já, Siggi Reynis. Það er að slæma hendinn hennar pökk en Daniel Kóla stoppar þetta. Og Ingo fer alla leið. Kemur hann inn í horn og tekur skiptingu. Og Guðmundur Snorri hérna með fallega tæklingu. Og fær sendinguna. Og hvað? Hvað verður úr þessu? Nei. Þeir halda honum inn á við. Siggi Reynis vinnur pökkinn fyrir Essa. Og Daniel Kólar. Það reyndi sending á Simba sem var inn í slottinu en Daniel Kólar komst á milli. Já. Hermann og Trausti Bergman berið eftir pökkinn. Og Björnin er meðan, kemur honum og Hrólfur með skot rétt fram hjá stönginni. Og Daniel Kólar, þessi má ekki skjóta á bláu. Og Hrólfur yfir á Sigur. Sigur tekur lúmskott hérna en Ómar Smári sér við þessu. Og Essa kemur hann út fyrir. En Björnin er snöggur að snúa. Og hvað? Sigurður Sveit baráttu jæst kemst inn í þessa sendingu. Og nær sendingunni yfir á Lars Fóter. Og hvað? Nei! Já, hérna, það var einhver úlingur sem barði hérna kilvun að sigga sig. Ég get svarið það. Það er gríðarlegur hraði í þessu núna. Liðin ætlar sér bæði sigur. Sigur Árnason. Ber hann upp og Ólafur, þessi maður er hrikalega snöggur. Björn á átónum. Og góður skotmaður. Björsi deglar hann. Siggi sé í barðinu en Sergei heldur pekkinum. Og Sergei kemur en Ómar Smári verið þetta. Og þá er það Lars. Slæm sending yfir á Stefán Rafnsson.
náði ekki, Steindór komst inn í þetta fyrir Björnin. Og Steindór hreinsar inn, en Orri Blöndal tekur hann. Orri Blöndal komin á stóru ferðina. Og smurður hann niður. Hann stóð þetta þokkalega samt af sér. Já, Andri Helgason með fallega tæklingu hana. Og þá byggir Björnin, Úlli Andrésar sendir yfir á Brynjar. Og Brynjar með skott. Ómar Smári vera aftur. Jói Leifs með pökkinn á bakvið Egimar, ber hann hérna út. Mistekst að senda hann út fyrir bláu. Og Dave gefur hann með fyrir Björnin, en Róbert Pálsson. Andri Sverris pressaði vel. Í dömpunum inn í horni, Ómar grípur. Já, Brynjar með... Skoðst, þessi skot eru erfið, þótt að lúki einfalt þegar Ómar Smári að verja þetta. Þá þetta ekki auðvelt að halda svona pekkjum. Nei, hann kemur svo óvænt. Já. Þannig að oft detta þessi pekki fyrir lappinnar og hérna menn koma á flegiferðinni í slotti og sópa honum inn. 12 mínútur og 30 sekundur eftir á fyrstu lotu. 0-0. Kóla með skot frá bláu línunni sem við varið. Ólafur með hann sendir á Svergi bak við markið. Já. Og Daniel Kólar nær honum fyrir Björnin. Hamrar hann og Ómar Smári ver aftur. Björnin er búinn að eiga fleiri skot. Siggi Reynis lossar hann á Simma. Simmi sendir hann á Steina sem hún dambar hann inn í hornið. Og Snorri kemur út og tekur pökkinn, en Steinar Grettsson reynda að koma hann þarna fyrir. Ingvar Jónsson vinnur pökkinn fyrir Essa. Skýtur niður í horn. Og Róbert yfir á Daniel Kólar. Og Hjörtur, missi pökkinn. Siggi með bak við Egimar, sendir yfir á Orra. Já. Orri með sendingu á Lars sem sendir hann þegar hann yfir á Sigga. Léleg sending hana. Siggi dömpar hann fram. Já, Steindór skýtur honum inn fyrir Björnin. Og falur hann á flegiferð og færa sér tæklingu en stendur hann að sér. Orri Blöndal. Orri er að tekla vel í horninu. Og sjáðu lúmsending hjá Orra Blöndal og yfir á Lars Fóter. Og Lars nær ekki að ná í pökkinn þarna. Stefán Ransson yfir á Lars Fóter. Lars Fóter. Og hvað gerir hann? Hann er búinn að snúa tvo sér þarna. Tekur á sér tæklingu. Það er bita úr á Björnin. Og þeir eru tveir í honum þarna. Essa heldur pökkinum ennþá. Þeir eru ekkert í Lars Fóter í hornunum og Ingþór með skott. Og Björn Jakobs yfir á Jóhann Leifsson. Markmaðurinn er komin út af hjá Essa og Jóhann Leifsson með skott. Rétt fram hjá markinu. Andri tekur hann í horninu, sendir á Steppa. Og Stefán Rapp missir hann og þá er flautað. Dómur á Björnin. Hooking dómur á Gunna. Essa gerði gríðarlega vel að halda þarna pökkinum inn í sóknarsvæðinu og biðdómur á Björnin. Gunnar Guðmundsson fyrir hooking. Og það er nú þannig að í öllum þessum leikjum hefur Essa verið í stórvandræðum þegar Björnin kemst í powerplay sem þegar Björnin eru 5. Andri yfir á Bjössa. En Essa ekki endilega ná að nýta það. Pökkurinn er laus. Og pökkurinn lendir hérna inn á varamannabox í Bjarnarins. Sigurður Árnason dundrar hana við hérna út, voru í Essa-mann og fara út af. En Björnin hefur verið að nýta powerplay sín betur heldur en Essa. Já, þeir hafa verið að gera það. Já, vonandi er Ingvar búinn að snúa sína menn í gang með það. Já, Björnin skoraði með þessu einu færi í leiknum fyrir sunnanum daginn. Já. Komist 2-1. Og Róbert Pálsson skýtur pekkinum yfir glerið. Þetta eiga að vera 2 mínútur og eru það. Já. Beint í boxi með hann. 2 mínútur á Róbert Pálsson. Þetta var óviljandi. En þetta er ætlað sem töf. Þetta var óviljandi en samt ákveðið skot beint út af. Þannig að dómarinn verða að taka á þessu svona. Beint yfir glerið. Björnin í rúma 1,5 mínútu, 2 færri. Nú eru Lars, Jóhann Leifsson, Siggi Sig, Ingvar og Steppi Rafs inn á. Ja. Og hinum meginn Steindór, Sigurður, Ólafur og svo bara Snorri Sigurbjörnsson í markinu. Ég veðja á það að Steppi skori núna. Já. Gríðarlega spennandi, fyrsta lota, 10 mínútur og 22 sekundur eftir. Björnin í villuvandræðum. 2 menn farnir í refsiboxi hjá þeim, næstu 1,5 mínútu allavega. Og hvað gerist? Sigurður Sveinn vinnur uppkastið, Jóhann Leifsson
Yfir á Lars Fóter. Lars með lúmska sendingu inn í slottið, Siggi með inn í horninu. Jói yfir á Lars. Lars yfir á Jóa. Allir sendingur á Stefán Rafnsson og laumaðanum yfir á Ingvar, en Ingvar ná ekki skotinu. Lars hérna, en Ólafur kemst inn í þetta fyrir Björnin. Lars stelur. Hraður leikmaðurinn, falleg tækling hjá Jóhann Leifsinni. Lars ber hann upp. Gjörsamlega sett hann í skrúfstykkið þarna á blálínunni. Og Lars Fóter kominn inn, skýtur í hjálminn hjá Snorra. Og pökkurinn aftur út fyrir, gríðarlega falleg tækling hjá Jóhanni þarna. Jóhann leggur í hann ber hann sjálfur yfir bláu línuna inn í sóknarsvæðið og fer inn í hornið. Og sendir út á Lars. Lars með hann hægra megin við bláu línuna. Þeir stilla þá upp þessa. Lars yfir á Jóa sem sendir hann á Lars. Lars Fóter með skot, pökkurinn laus, Siggi skaut þvert yfir teginn. Og rétt framhjá. Og Lars, hvað gerir hann? Mundar skotið yfir á Stefán Rafnsson sem að skýtur og mark! Ingvar Þór Jónsson er búinn að setja 9 mínútur eftir að fyrstu lotum. Fyrirliðinn smurðan í netið. Þetta var glæsilegt hvernig hann var þarna. Þetta lá í loftinu svo lengi. Það kom bara laust skot inn á markmanninn og þeir voru komnir hérna á Singvara stöngina. 2 menn til að hirða frákastið. Svona skeður þetta í alvöru hockey. Sjáuði líka annað hvað Ingvar er búinn að gera. Hann er búinn að færa sig sjálfan frá blálínunni og setja sig á markið í potið. Það eru 2 menn sem blokkera markmanninn. Markmanninn sér ekki neitt í þessu. Og Bjarnar með 4 á móti 5 messamönnum núna. Gríðarlega sterkt. Komast 1-0 yfir. Björn ber pökkinn út fyrir bláu. Sendir á Andra Sverri sem fer með hann inn í sóknarsvæðið. Skulum minnast þess að það er ekki skorað svo mörk í hverjum hockeyleik. Oft er þetta bara 2-3 mörk í leik. Þannig að 1 mark telur hrikalega. Gríðarlega sterkt. SA á heimavelli. 50 leikur í úrslitum. 1-0 yfir. Og Björn Már Jakobsson fyrir SA, fær hann aftur, Lenny Björni rétt framhjá. Fallegt skot þarna hjá Birni Már Jakobssyni. Og Björn Már með hann ennþá, en Sergei Sack kemst yfir í dag. Og Hjörtur fer hann upp, Róbert. Koma 2 á 3. Og nær Róbert að koma skot á markið þarna. Hann bíður, enginn með honum. Og Róbert eitthvað fáliður þarna í horninu. Og uppkast. Pökkurinn hefur örugglega fest í rammanum eða eitthvað. Já, hérna. Troðfull höll á Akureyri. Þessa menn er að skipta, þeir koma alveg fúlstandi út núna hérna. Verið að spila Íslandsmeistaratitil í Íshockey í 22. skiptið. Ég held ég fari ekki með rangt mál þar. Og SA hefur unnið þennan titil 15 sinnum alls. Ingvar með pökkinn, sendir hann á Gumma á vinstri kanti. Og Björnin er Dömbarum inn í hornið og eftir hann. Björnin er ríkjandi meistari, hefur unnið hann einu sinni. Og Róbert Freyr Pálsson ber hann út fyrir. Bæði lið getur núna bætt í safni, Gústi. Titlum. Já, þetta er ekki búið hvernig það er búið. Það er ekki nema 47 mínútur í það. Simmi með pökkinn, Simmi sendir hann út fyrir bláu línuna, Steinar rétt mista sendingunni. Og Daniel Kólar ber hann inn fyrir Björnin og... Nei! Ingvar blokkeraði skotið. Ómar Ómar með flott skot frá Gunnar Guðmunds. Já, sástu pökkurinn smallandi andlitinn á Ingvari. Fast skot. Ingvar fórnaði sér fyrir þetta. Fekk einn kinnhest þarna. Hann er bara betra á eftir kallinn. Ingvar Jónsson. Það var uppkast. Varnarsvæðið SA. Og Jóhann Már Leifsson. Sendir yfir Ingo. Og Ingo ber pökkinn upp. Ingo fyrir sjálfur yfir bláu línuna. Já, með sendingunni yfir á Andra Már Mikaelsson. Og Andri fer þarna alveg óhrættu að fara þrengri leiðina og Andri Sverrisson skotir rétt framhjá. Þetta eru stór hættulega sóknir núna hjá SA-mönnum. Þeir eru alveg hrikalega hættulegir. Andrarnir eru alveg sjóðheitir. Hópur sendir hann inn í hornið.
Og Hrólfur náði ekki pökkinu fyrir Björnin. Hilmar vann vel í Hrólfi þarna. Bergur með pökkin og... Siggi tæklar hann í Bjarnar var niður. Trausti Bergmann kom hann á, smurði Nessaengin á ramman. Hilmar með fyrir aftan eigin mark. Sendir á Ingþór. Ingþór aftur á Hilmar, að spila fyrir aftan eigin mark, þetta vel gert. Út á Larsen, speklar hann á fallega Steppa. sendingur á Stefán Rafnsson. Steppi spinnur sig inn á marki. Og hvað gerir Steppi? Siggi með honum þarna. Siggi nær ekki sendingunni. Pakkunni dettur fyrir fæturnar á Sergei Sak. Og Sergei Sak yfir á Steindór. Steindór skýtur, góð vörn hjá Bindi. Björn blokkeraði flott skotið og tekur tæklingi í ramman þarna. Já. Fallega gert hjá Bjössa, sátt hvernig hann lokaði. Hann vissi alveg hvað hann ætlaði að skjóta. Já. Það er það sem góði varnarmenn gera. Þeir taka skotlínuna og markmaðurinn sér rest. Hjörtur setur hann út fyrir bláu. Orri dampar hann inn í hornið. Siggi Reynis pressar. Simmi kemur í aðstofuna þetta hægra menn og Björnin Snæra spila fínt þarna fyrir innan Sjáðu Fortiki og Essa. Þeir eru að fortika þetta mjög vel. Björnin er ekki ná að byggja neina sókn. Og Guðmundur Snorri, spurður á ramman hana. Andri Helgason er tekið við að Róbert Pálssoni hana á hægri kantinum. Þetta var flott tækling hjá Andra. Helga fyrir Björnin. Ólafur ber hann upp. Jói stelur aðeins pökknum. Og Ísak með hann, sendir hann inn á Brynjar. Brynjar heldur pekkinum og snýr af sér. Hann er bara að sóla á alla Úlfar. Nær ekki skotinu. Fór í varnarmann og yfir. Þetta var vel gert hjá Brynjari, hann hótaði sendingu. Já, mjög gott. Mjög gott. Og snerið af sér í liðinni. Já, hérna Gústi. Þetta er galopinleikur hérna. Galopinleikur, 4 mínútur og 42 sekundur eftir að fyrstu lótu. Jói Leifs uppkastið fyrir Essa og Ísak mótornum fyrir Björnin. Daniel Kólar heldur pekkinu með henn. Pökkurinn berst út fyrir Andi Sverris með hann. Fer inn í Arnarsæði, sendir hann aftur út á Jóa Leifs. Björnin kemst inn í sendingu. Ingþór sendir á Jóa Leifs. Jói tekur skotið. Lúmskoti á Jóa. Andri Mikaels með hann, hægra megin. Skítur! Fer í kilvana hjá Andra Sverris. Og Andri Sverris með hann hana á in the Gretzky's office. Aftan við markið. Kólar sendir hann út fyrir. Og Hilmar yfir á Ingo. Ingo yfir á Jóa Leifs. Og Jói tekur skiptingu. Mattias ber hann upp fyrir Björnin. Róbert Pálsson yfir á Mattias. En hæstik. Nei, dómarinn lætur þetta líða hjá. Það var engin leikmaður nálægt, hann sleppti þessum. Róbert með misefni að sendingu yfir á Kópanna og sjá í Steinar Grettisson. Getur hann uppi. Gríðarlega mikil pressa í sókni. Þetta kallast Fortjak sem er að vinna gríðarlega vel þessa menn núna. Já, pressa og svo djúpt niðri. Björnin nær ekki að byggja sóknina sína eins og þeir gerðu svo vel í síðustu 2 leikjum. Steinar Grettisson í bekkinu Björnin bara kemur honum ekki út fyrir. Nei. Mattias með hann núna fyrir aftan eigin mark. Essa tekur skiptingu, nýtir sig það. Það er bara því að Essa eru nú hungraðir í pökkinn, sjáu þið. Brjóta þetta á baka aftur. En Andri fyrir Björnin, ber hann inn. Og Andri ennþá með hann. Vel gert hjá þessum unga leikmanni. Og hvað gerir hann? Hrólfur kemur hann á hjálparhólum en Lars Fóter nær þessu sending yfir á Sigga Reynis. Siggi kemst ekki almennilega á ferðina. Og er tæklaður hann. Þetta var flott tækling á bindinu þarna. Þetta er að verða eitthvað dead zone hann á rammanum hjá bindinum. Þeir eru teknir trekk í trekk þessa menn hann. Nákvæmlega sama stað. Björnin dömpar hann inn í hornið. Orri blöndar með hann í hægra horninu. Sendir þvert yfir á Gumma. Hann berst út fyrir. Gummi pressar hérna. Guðmundur Snorri. Pressar Sigga átna. Og sjáu þið Gumma. Reynir tæklingu. Orri Blöndal kemst inn í það. Hér 2 bjarnamenn í sig. Já. Og ég hvet alla sem eru að horfa á þetta heim í stofu að láta alla sem þeir þekkja að vita. Svo verður ekki spurt á morgun. Þú ættir að hringja í mig. Björni þarf að láta pökkinn ganga meira á milli manna hraðar. Já. Einstaklingsframtak er ekki alveg að skila sér. Og skot. Ingo
fer að varnarmenni og yfir uppkast inn í varnarsvæði Bjarnarins. 1-0 fyrir SA en þá. Og Sergei Sak og Jóhann Leifsson í uppkastinu. Sergei og Jóa er vísað út úr uppkastinu yfir. Andri Mikkals fer í það. Og skot! En Daniel Kóla stöðvaði það bara sjálfur. Hvað er Sergei Sak? Kemst inn fyrir bláu, hreinsar hann inn. Nær honum sjálfur. Yfir Ólaf og Ólaf er missum með sending. Tækling á Sergei í horninu. Og Jóhann Leifsson. Jói ber hann upp hægra megin. Tekur steypiflugið inn í hornið. Já, og fimplar á. Báða og skot! Það er Snorri. Snorri nær. Stoppa pökkinn hana. Og þarna er Jói alveg á heimavelli. Hann vill hafa færið þröngt og tróðunum með frá stönginni. Já, ég held að hann ætlaði að setja hann í markmanninn og inn. Já, akkurat. Menn leik hvort þann leik, skjóta í kilvuna eða skjóta í púðan hjá markmanninu jafnvel. Þeir eru fyrir aftanmarkið. Steppi Rafs með skot á markið. Þröngu færi. Brynjar. Og Úlfar, sjáu þið hraðan Úlla. Úll er klár í þetta. Orri Blöndal þrýstir honum í rammann. Siggi Sig með hann fyrir aftan Egimar. Björnin nær honum. Og hvað Brynjar heldur honum, sterkur. Yfir á. Nei, Lars Fóter kemst inn í þetta. Sjáu þið Stefán Hafsson, hvað gerir Steppi? Nei, náðu ekki sendingunni. Og Snorri Sigurbergsson, markmaður Bjarnarins, tekur þennan pökk létt. Já, Lars leit þarna upp, hann var að bíða eftir Steppa. Steppi kom á flegi fyrir inn í slottið, hann var bara ekki alveg nógu hraður. Það munaði svona 2 metrum á það. Akkurat. Var í klári að fá sendinguna. SA vinnur enn eitt uppkastið. Ingþór dömbarinn á marki. Og sjáu þið þetta, náðu skot á markið. Hratt við stöngina, þetta var mjög lúmst. Svona pekki geta dottið inn. Ríkala erfitt fyrir að verja þetta. Þeir eru vanir mjög föstum skotum. Steinar Grettisson ýtir honum inn. Þeir eru bláu, Róbert fyrir Björni. Siggi Reynis pressar. SA er að ná að brjóta sókn í Bjarnarins vel. Falleg sending yfir Ólaf. Ólaf skýtur honum inn í varnarsvæði SA. Og Ingo. Hann losar hann út. Guðmundur Snorri. Yfir á Ingo. Yfir á Steinar Grettisson. Yfir á Guðmundur Snorra. Glæsilegt spil. Og Gummi hættir við, orðinn þreyttur, skiptir. Það var býsna löng skipting á þeim og mikið barátta. Við skulum ekki gleyma því að þetta er 5. leikur í úrslitum. Og ef þetta væri handbolti núna þá voru allir farnir að grenja að leikmenn væru þreyttir. Þetta segir líka allt um það. Þeir eru búin að nýta sprengikraftin til hins ítrasta þeir eru inn á. Það er eitthvað sem þú heyrir aldrei í íshokkí. Að menn séu þreyttir. Og komið þreyttir til leiks. Þetta er bara atvinnumenn í handbolta sem fá þetta á sig. Menn náttúrulega bara taka á því í mínútu og eru búnir. Nákvæmlega. Þessar tæklinga við rammann taka því líkan kraft úr skroknu hjá manni sjálfum. Eller við þekkjum það. Nákvæmlega. Líður aldrei betur heldur en með mann í bakkinu og einn í andlitinu. Brynjar Erti, Orra Blöndal. Orri hana. Sjáu hvað Orri sterkur á bekkinum og eru tveir hana. Ná Orra loksins niður. Úlfar Andrisson fer í andliti á hérna Orra Blöndal. Og það er Nei, leiktíminn úti. Og hvað? Er Ólafur Ragnar að dæma á þetta? Já, þeir fóru fólskulega í Orra hérna bak við markið. Já, Úlfar Andrisson fær brot á þetta. En staðan sem sagt 1-0 fyrir SA. Ég skal segja það, Ingvar Þór Jónsson, þjálfari liðsins, dregur vagninn. Skoraði 1 mark þegar Björnin lenti í refsivandræðum 5 á móti 3 og það er leikur kattarins af músinni. SA ná að nýta það. Við ætlum að smetla okkur yfir í auglýsingagústi svo komum við hérna ferskir tilbaka í annan leikhluta. Já, gerum það.